Útsalan í fullum gangi, bjóðum jóð og djós. Við höldum áfram af krafti og það bókstaflega. Hingað til mín í settið komið íþróttakonu Akureyrar og Íslandsmeistarann í kraftlyftingum, Hulda, velkomin. Takk fyrir. Áttirðu von á því eitthvað sérstaklega að fá þessa viðurkenningu núna að vera valin íþróttakona Akureyrar? Nei, alls ekki og mér brá sko. Ég hugsaði svona eitthvað það verður frábært að ég myndi lenda kannski í 3. sæti og svo þegar ég búið að telja upp 3. og 2. sæti þá var eitthvað svona, já, þetta búið kannski á næsta ári. En svo bara var ég valin. Já, mér brá eiginlega bara mjög. En svo þegar maður fyrir að horfa yfir árið, þá kemur þetta manni ekkert á óvart. Þú ert Íslandsmeistari og bikarmeistari, ferð út á EM. Þetta var gott ár. Þetta var virkilega gott ár. Ég held ég hef aldrei átt svona gott ár eins og núna í ár. Já, eins og 2018. Þannig að já, en þú veist, ég get ekkert breytt í hvað öðru fólki finnst minn árangur og það óbúslega gott og góð tilfinning þegar einhver svona tekur eftir árangrinum af því að það ekkert sjálfsagt. Hvernig þetta hérna á Íslandi, kraftlyftingar, kvenna, eru þið margar? Við erum alveg nokkuð margar. Við erum samt færri sem eru að keppa í kraftlyftingum. Það eru fleiri virðist vera sem eru að keppa í klassískum kraftlyftingum en hérna á Akureyri þá erum við ágætlega stór hópur af stelpum sem eru að keppa í kraftlyftingum. Þetta svolítið sterkt samfélag hérna á Akureyri og í kraftlyftingafélagi Akureyrar. Já, mjög sterkt og bara við höfum svo langa sögu og þetta svona partur af menningunni á Akureyri. Kraftlyftingasambandið orðið mjög gamalt og já, löng saga og mikil menning og margir flottir einstaklingar sem hafa komið út úr þessu samfélagi. En þú varst ekkert að byrja að lyfta neitt í gær, þú ert búin að vera í þessu líka í nokkur ár. Já, ég byrjaði að keppa 2011, byrjaði ekki að æfa fyrir bara í lok 2010, keppti á fyrsta mótinu 2011 og svo var ég ólétt 2013 og átti í febrúar 2014 og byrjaði síðan að æfa mitt árið 2014 aftur. Þannig að ég er búin að vera svona streit í þessu svona í næstu 5 ár. Og frábær árangur náttúrulega þegar maður horfir til þess að þú tekur hann þessa pásu og kemur tilbaka sterkari. Já, og rosalega mikil vinna sem hefur verið í því að koma aftur eftir barnsburð. Ég held að ég hafi verið fyrst í svona 2 árin bara eiginlega að jafna mig og koma mér upp í að geta æft almennilega. Það er gríðarlega álag á líkamann að eignast barn og svo eru kraftlyftingarnar líka rosalega álag á alla liðamótin, vöðvana. Þannig að líkaminn hlýtur að þurfa tíma til þess að jafna sig. Já, einmitt. Við vinnum svolítið með svona það sem kallast voljúm og þá byrja maður bara með lítið voljúm og svo stækkar maður voljúmið þannig að mitt voljúm var rosalega lítið til að byrja með og svo hefur það bara stækkað og kannski stækkað öðruvísi en hjá þeim sem hafa ekki gengið með börn og svoleiðis. En ég finn alveg ennþá fyrir að ég hef gengið með 2 börn meira svo. Þannig að já, það er svolítið öðruvísi að vera mamma og vera að æfa íþróttir. En þú fær þessa viðurkenningu núna og það hlýtur að efla þig ennþá frekar og markmiðið fyrir næsta ár hljóta að vera dálítið, flott. Já, þau eru, bara mjög svona hógvær markmið, held ég. En að fá svona viðurkenningu er óbúslega mikið áskorun. Núna veit ég að það er verið að fylgjast með mér og ég þarf að passa upp á það að vera til fyrirmyndar og svo framvegis og núna get ég ekkert bakkað með þetta. Núna bara, þetta er svona ákveðið byrjunarskref. Og líka bara viðurkenning fyrir kraftlyftingafélag Akureyrar að bæði íþróttakarl og kona 2018 komi úr röðum þessa félags. Já, við erum alltaf búin að vera með óbúslega öflugt starf undanfarið ár og fá loksins, þetta klapp á baki og svona já, nú þið loksins að uppskera. Það er náttúrulega mjög gott. Við erum alltaf búin að vera að vinna hart síðustu ár sko. Já, vægast sagt, það er búið að vera rót með með húsnæði og annað þannig að vonandi að þetta sé bara til þess að hjálpa til að þið fái eitthvað stað og eitthvað viðurkenningu. Klárlega. Kannski að flutningar séu líka bætingar, ég veit það ekki. Það geta alveg verið. Það tekur eitthvað á að flytja svona græður? Já, það tekur svolítið mikið á. Þetta eru mörg lóð og ýmislegt sem þarf að flytja þannig að þetta eru þungir flutningar. En hvernig gengur þér? Nú átt þú barn að setja upp æfingu dagsins af því að þetta
þegar þú ert að lyfta en þú ert líka að hugsa gríðarlega mikið hvíld og mataræði. Þetta vinna, að eiga barn líka hellingsvinna. Hvernig dagurinn? Ég hef gott skipulag og góða rútínu og það bara, ég held að sé halda mér betur við efnið að vera með þessa rútínu og vera með svona mörg verkefni. Þannig að ég vakna bara snemma og skipta æfingunum mínum í tvennt. Þannig að ég æfi á morgnana og svo sit partinn og svo bara tekið stelpuna með svona og við vinnum bara saman í þessu. Hvernig byggir upp þessar æfingar? Snýst þetta að bæta alltaf aðeins við lóðaplöturnar sem þú ert að lyfta eða þú lítur nú líka þurfa að fara með þetta svolítið upp og niður? Já, þetta upp og niður og alls konar. Ég get eiginlega ekkert útskýrt það nákvæmlega það eða hvernig það virkar en já, það eru, þú veist, við erum að vinna með alls konar þyngdir og svoleiðis. Það er aðalega bara þungalyftingar þegar kemur að bekkpressunni og hnébeini og réttstöðinni og svo eru allar þessar aukaæfingar, það eru nú ekkert svo þungar. Það eru bara svona milli. Ekkert svo þungar. Ekkert svo þungar. En bekkpressan svona, ef við getum sagt, eiginlega þín sterkasta grein? Já, kannski. En líka hnébeigjan. Ég er bara ekkert neitt rosalega góð í réttstöðu. Ég held að það sé aðalmálið. En jú, ég er mjög tæknilegu lyftari og ég er kannski ekkert eitthvað, ok, ég er alveg sterk en ég er ekkert eitthvað rosalega sterk. Ég er meira svona teknísk, þannig að bekkurinn hann er mjög tæknilega góður hjá mér. Þú ert alveg sterk, þú ert með 550 kíló í sama lögu, hann er mikið betur en í nokkuð tíma og bara langflestir. Já, ég er alveg frekar sterk. En þetta er gott ár líka, þú fær fleiri viðurkenningar, þú ert kraftlýftingakona ársins og stigahæst. Varst það þetta líka árið á undan? Já, loksins. Loksins fæ ég klapp á baki. Já, það er mjög stór viðurkenning líka að fá þetta klapp frá sambandinu og ég er virkilega stolt að bera þennan titil. Þjálfariðinn, hann hlýtur að vera dálítið stoltur að þið líka? Hann er mjög stoltur, já, hann er rosalega stoltur og líka bara harður að ýta mér áfram. En hann er virkilega stoltur í dag með íþróttakonu og íþróttamann Greirar og alla krakkana sem hafa verið að þjálfa, öll þessi met og öll þessi vinna, hann er alveg virkilega ánægður. Við erum loksins að uppskera almennilega, sko. Lendir þú í því eins og Viktor var að tala við mig áðan að þurfa að sannfæra fólk að hann sé virkilega ekki að nota stera til þess að hjálpa sér áfram. Finnur þú fyrir þessu? Já, ég hef alveg lent í þessu. Mér finnst þetta ekki, mér finnst það samt ekki jafn truflandi og mér fannst það fyrst. Ég held sko fólk spyrir minna þessu af því að ég lít út eins og ég lít út. Ég er náttúrulega bara frekar lítil kona þannig séð. Ég er náttúrulega 2 barna móðir, svo er ég vegan núna þannig að ég held að fólk hafi minni efasemdir í dag. Ég lifi frekar hreinum lífstíl, þannig að... Þú talaði lífstíl fyrst byrjar að tala hann. Hvernig gengur þetta upp að vera vegan og ná þessum árangri í kraftlýftingum? Gengur bara mjög vel upp. Þetta er ekki flókið, alls ekki. Það þurfa allir íþróttamenn og íþróttakonur að borða holla og góða fæðu og ég passa bara upp á það. Þannig að það er það eina, þetta er ekki neitt flókið. En þú getur fengið allt sem þú þarft úr grænmetisfæði? Já, bara alveg eins og að þeir sem að borða allt, sko. Ég þarf ekkert að bæta neitt við frekar en aðrir, en það er bara spurningin D-vitamíni sem að allir þurfa að pæla í og B12 sem að fleiri mætti pæla í. Er þetta meiri undirbúningur sem fer í að undirbúa þetta fæði heldur en annað fæði heldur? Nei, það held ég alls ekki. Ég held að það sé eiginlega bara einfaldara. Þannig að það er ég ekki að pæla í að matur er rétt eldaður eða við rétt hitastig eða ég þarf ekki að pæla mikið í geymslu og svoleiðis. Nú heyrir maður þessar staðalímyndir að grænmetisætur og vegan séu orkulaus og hafi ekki kraft til þess að gera hitt og þetta og svo kemur þú kraftlýftingakona. Það getur ekki verið að þú finnir fyrir miklu orkuleysi þegar þú ert að lyfta þessum þyngdum sem þú ert að lyfta? Nei, alls ekki. Ég er bara mjög hraust og mjög hress og það eru margir íþróttamenn sem eru byrjar að taka upp á þessu. Þannig að Serena Williams, hún er örugglega mjög orkumikil kona og hún er vegan. Þannig fyrir þá krakka sem eru að horfa að það er bara mikilvægt að borða grænmetið sitt? Já, grænmeti og ávexti. Ég held að það sé svona í forgangi til þess að ná árangri í íþróttum, sko. Ef við förum aðeins og horfum fram á veginn næsta ár hjá þér, hvernig lítur þetta út? Bara nóg að gera. Næst er bikarmót. Svona uppáhaldsmót mitt, það hefur nú alltaf verið í lok ársins en núna er það í byrjun ársins.
Svo ég að fara til Tékklands á EM og vonandi framhaldið af því á HM í backpressu í Tókjó. Og svo koma einhver svona mót á Íslandi og já, Íslandsmeistaramót og eitthvað svoleiðis og svo það heimsmeistaramót í Dubai. Ég líka árun á því í nóvember. Þannig að það rosalega mikil tækifæri í þessu. Þú ert að ferðast út allt. Hvernig með styrki þarftu að sjá þetta sjálf að borga til þess að fá að fara á þessi mót? Hingað til hef ég þurft að sjá það sjálf. Ég hef fengið eftir ég náði lágmörkum, hef ekki þurft að borga með flug eða gistingu, en þó eitthvað sko. En núna fæ ég styrk af því ég var íþróttakona Akureyrar og þarf þess vegna að pæla kannski aðeins minni í þessu. En þetta alveg, þú veist, ég var alveg til í að fá fleiri styrki. Það myndi hjálpa mér mjög. Þegar þú ert að lyfta þessum þyngdum, verður aldrei stressuð það að vera með svona mikla þyngdir á bakinu eða fyrir ofan þig? Jú. Ég er bara mjög stressuð týpa og mjög hrædd alltaf við allt og alla breytingar og allt svoleiðis. Mér finnst það eiginlega bara mjög hræðilegar, þannig að það er kannski svolítið skrítið að ég sé að gera það sem ég er að gera, en ég held að sín líka svolítið að maður getur komist yfir svona þröskulda í persónuleikanum, að ég bara, reyna að telja sjálf mér trú að þetta verði ekkert mál. Og svo er náttúrulega öll öryggismál í kraftlyftingum mjög svona, ég er aldrei ein að lyfta. Þessar þyngdir eru kannski ekkert eins mikið fyrir þig sem ert að æfa þetta og veist hvað þú getur heldur en fyrir okkur hinn sem að sjáum þessu tölu bara á blaðið, þú veist, einhverjum 100 kílóa. Já, það eru ákveðnir múrar og ég hef alveg komist yfir einhverja múra, þú veist, eins og að taka 100 kíló fyrst í backpressu. Það var alveg, þú veist, ég var svo lengi í 97,5 sko og komast yfir 100 kíló var bara eitthvað svona klikkað sko. Og svo kemst maður yfir þessa múra, maður er farin að þekkja þyngdina meira og við erum í raun og veru aldrei að fara í einhverja þyngdir sem er eitthvað svona brjálæðislega yfir vinnuþyngdir, þannig að og svo náttúrulega, það er alltaf einhver sem stendur fyrir aftamann og til hliðar og svoleiðis og öryggisstatíf og alls konar. Þessi tilfinning samt að lyfta þarna eins og segir, þessum 100 kíló er þetta ekki, brekkar ekki bakið á manni, fer maður ekki út í daginn alveg bara þvílíkt ánægður og montinn. Jú, algjörlega, og það fylgir svo ákveðin bara svona adrenalínvíma, þú gerir eitthvað sem bara þú bjóst aldrei við og hefði getið gert og þannig alltaf, kemur þessi svona, rush feeling. En svona eins og tala þessi típa sem þú svona að glíma við þetta stress eins og segir, að mæta á svona mót, ferð inn í einhvern svona karakter, þú veist, af því að svo sér maður kraftlyftingamenn að öskra sig alveg í gegnum lyftuna. Ertu önnur típa? Nei, ég er það ekki, en það er líka, mikil vinna þar á bakvið. Ég er alltaf rosalega stressuð fyrir mót, sama hvaða mót það er. Og ég hef alveg þurft að vinna svolítið í því, þú veist, ég var alveg típan sem var svona sónað út og var ofróleg af því að ég var svo stressuð og svo alveg típan sem var alveg skjálfandi á beinunum og svo hef ég bara svona fundið eitthvað milliliði. En ég held ég sé alls ekki típan sem er öskrandi eða með læti. Mér finnst mjög mikilvægt þegar fólk kemur og horfir á mig keppa að ég sýna mig góðan þokka og þakklæti fyrir það að fólk virkilega vilji koma og horfa. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að ég haldi ágætri ímynd, þú veist, vera brosandi, vera ánægð, hneigja mig og allt það og þá svona einhvern veginn fókusa ég meira á það heldur en að vera stressuð, sko. Frábær fyrirmynd, þetta er alveg svona uppskriftin af frábæri fyrirmynd. Bara takk kærlega fyrir að koma, Hulda, og segja okkur aðeins frá íþróttinni. Takk fyrir mig. Og þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Það kom með þau kveðja, þannig að við sjáumst í næstu viku. Útsalan er í fullum gangi, Jóð og Djós.